Komið sælir áhorfendur góðir. Við erum hér stödd í Egilshöllin á Sport TV að fara að fylgjast með leik Fjölnis og ÍR í Reykjavík á móti karla Ariðli. Þriðji leikur ÍR í riðlinum A4, annar leikur Fjölnis. En nú er ekki nema 1,5 vika eftir af riðlakeppninni. Svo er undanúrslit viku seinna og úrslitaleikurinn í mars. Allt í beinni hér á Sport TV. Guðmundur Marinó heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik þessara skemmtilegu Reykjavíkurliða sem leika bæði í fyrstu deildinni og kannski eftir að sjá þau eitthvað í sumar kemur í ljós. Þeir eru það Fjölnismenn sem byrjuðu að krafti. Þeir léku æðivel gegn nýliðum Víkinga í fyrstu umferðinni, í fyrsta leik riðilsins, sigruðu 1-3 og voru ferskir og samfærandi gegn þeim leik arfaslöku Víkingsliðir reyndar. ÍR-ingar stóðu í Fylki sínu fyrsta leik og buðu upp á skelfilegan fyrir hálfleik þar sem var markalaus en töpuðu svo 2-0 þar sem að Fylkismenn skoruðu í seinni hálfleiknum snemma. Eftir líkið því gegn Víkingum í öðrum leik sínum ÍR-ingar fá þessi mörk snemma í seinni hálfleik eftir að hafa verið 1-0 yfir í hálfleik. Töpuðu þeim leik 3-2. Þannig að ÍR-ingar þurfa einfaldlega að vinna þennan leik. Allir eiga einn möguleika á að ná öðru á tveimur efstu sætum riðilsins. Líkurnar sé ekki miklar af því þó þeir vinni sína leiki. Það getur samt farið svo að þeir sitja eftir. Þeir verður að reyna að gera sitt. Fjölnismenn með 3 stig úr sínum eina leik og tækið 3 stig hér, þá verður þeir á toppnum ásamt KR í æði skemmtilegri stöðu. Við hlaupum yfir liðin, þá er það Hrafn Davíðsson sem er í markinu hjá Fjölni. Já, reyna hérna langa sendingu fram. Þorsteinn Einarsson grípur þetta með öryggi. Já, Hrafn Davíðsson er í marki Fjölnis. Aðrir leikmenn Gunnar Valur Gunnarsson, Viðar Guðjónsson, Kristi Freyr Sigurðsson, Jóhann Óli Þorbjörnsson, Ágúst Þór Ágústsson, Illugi Þór Gunnarsson, Atli Már Þorbergsson, hann er á bekknum fyrir ekki, Bergsveinn Ólafsson, Ottó Marinó Ingason, Aron Sigurðarsson og Guðmundur Karl Guðmundsson. Það er að rangstaða. Það sýnist mér Jón Gísla Ström. Í liðinu Þorsteinn Einarsson, markvörður þeirra. Aðrir leikmenn Axel Kári Vignisson, Karl Brynjar Björnsson, Guðjón Gunnarsson, Kristján Ari Halldórsson, Rannver Sigurjónsson, Sindri Snær Magnússon, Jón Gísli Ström, Haukur Ólafsson, Jóhann Björnsson og Chris Vorenkamp sem er í miðvörunum í stað Halldórs Arnarssonar sem að tekur út leikbann líkt og Árni Freyr Guðnason. Báðir búin að næla sér í rautt spjald hér í 5 fyrstu leikjum ÍR. Báðir fyrir kjaftbúk. Já, 3 mínútur og 20 sekúndur liðnar með það svo markalaust. Liðin að þreifa hvort öðru eins og óttullir í byrjunleikja. Íringar reyna hér langa spilnu fram með það gengur ekki upp í þetta skiptið. Það er löngsending á móti eiga vel við þetta. Karl Brynjar Björnsson hérna með boltan og vinna boltan strax. Ottó Marinó getur fengið boltan aftur þarna, nei, en fær hann þarna, kominn í dauðafæri en kingsar og dæmt hendi á hann. Já, það var ágætlega spilað. Kristinn Freyr Sigurðsson þarna reyndi sendingurinn fyrir ágætlega sendingu á honum en Ottó ætlaði að taka boltan í fyrsta, hitt hann ekki. Karl með spyrnuna fram.
Gunnar Valur Montanum vaxinn og þeir taka boltan niður Fjölnismenn. Jóhann Óli Þorbjörnsson hérna vinstri bakvörðunum. Nú er boltanum aftur að Bergsveinn Ólafsson miðvörð. Já, getur pressa hérna Hýringum vinna boltan en Jón Gísli Ström hérna aðleit. Nú er það Gunnar Valur með boltan, langa bolta fram. Fyrirgjöfin, fínasti bolti. Aronni fylgist mér. Það er Jóhann. Ágúst Þór. Jóhann aftur. Já, ágætlega spilað Guðmundur Karl. Já, gengur ekki upp hjá honum. En Fjölnismenn öll völd á vellinu þessa stundina. Ágætlega að spila hérna einna sterninga fótbolti og já, það er aukaspyrna dæmd. Brotlegur Illugi Þór Gunnarsson og vinsamlega spilinum að róa sig af Valgeiri Valgeirssyni dómaralegsins. Aðstofamenn hans eru Guðmundur Valgeirsson og Ólín Njáll Ingólfsson. Það var að Þorsteinn með aukaspyrnuna. 6,5 mínúta liðin en þá markalaust. Já, ágætlega gert þarna. En rangstaða. Já, Guðjón vann boltan á miðjunni en rangstaða á Kristján Ara Halldórsson. Já, átti ekki miklu mun að vinna boltan hérna á stórhættulegu stað og hæglega geta gert sér matur þessu. Já, fínir sprettir hérna í Otto. Nei, Aron var þetta, Aron Sigurðarsson verið gefið. Já, að vinna í Hýringaboltan, Kristján Ari. Já, Jón G. Ström, glæsileg sending frá Rannveri Sigurðarssoni en Davíðsson fljótari þarna og bjargaði þessu. Já, Hýringar sína ágætis tilburði hérna. Það er langabolti fram. Kristinn Freyr. Já, heldur boltanum vel. Það var Otto. Það er enginn þarna til að mæta þessu hættuleg sending inn á markteginn en vantaði árásuna þarna hjá Guðmundi Karli Guðmundssoni. Fjölnismenn vinna þetta á innkastinu. Ágúst með boltan tilbaka á Gunnar. Já, Ara Viðar Guðjónsson. Já, Jóhann Óli. Já, í miklum vandræðum þarna að tapa boltanum. En Rannver ekki með nú vandaða sendingu. Þá kemur boltinn á Viðar sem vildi fá hann á hann líka. Það gerir hann. Jóhann með honum til hjálpar. Fær boltan á dettur en Viðar bergar honum. Já, það er allavega aftur í öftustu vílunum. Bergsveinn og Gunnar Valur spila sinna á milli. Já, Otto með reynisendingun út á kantinn, ágætis tilraun. Aron brotið á honum. Já, þeir taka þetta strax. Vel gert, Ágúst. Finnur Viðar. En hann er ekki að koma boltanum fyrir sig. Þorsteinn bekar þetta upp. Kemur Sindra Snæ hann í vandræði sem hann tapar boltanum. Glæsileg tilþrifi hérna hjá Kristni Frey. Sjáu þið tækninni á drengnum, kominn inn á teginn. Hann er áfram glæsilegt
glæsilega gert rétt framhjá, frábær tilþrif hér. Þetta er 9 mínútur og 40 sekúndur. Glæsilegur einleikur hjá Kristni Frey Sigurðarsyni. Chris Wahrenkamp átti ekki mögulega geðan þarna, en skotið rétt framhjá. Það hefði verið glæsilegt mark. Já, 10 mínútur liðnar af leiknum, en þá markalaust og þetta fyrsta færið. Sindri Haukur Ólafsson, Sindri aftur og Jóhann Björnsson hérna út að herra megin. Það er Rannver á miðsvæðinu. Já, Íringar áfram með boltan. Ég hérna smá möguleika að gera eitthvað, nei, gengur ekki upp hjá þeim. Guðjón Gunnarsson hann ekki með óvandaða sendingu og þá komið Fjölnis með hratt, en Þorsteinn Einarsson fær boltan í markinu og ekkert er úr þessu. Chris. Já, hann finnur Karl Brynjar. Smá vandræði með að koma sér fram völlinni. Svo kemur löng sending á Guðjón, en Bergsveinn gerir þetta vel og Fjölnismenn koma hratt. Viðar, Guðmundur Karl. Otto Marino reynir skotið, en það fyrir og svo kemur boltinn. Rangstæður þarna Kristinn Freyr. Það eru stórhættulegir, þeir eru ná að sækja hratt Fjölnismenn. Leiknir og skemmtilegi leikmenn í eins og liði, ungir strákamargir sem að framtíðina fyrir sér margir hverjir. Og svo með reynslu boltan hérna Viðar. Fleiri reyndar þessi stiða við sig. Það getur blanda á leið sem að getur hæglega að blanda sér í baráttunum að komast upp úr fyrstu deildinni í Pepsi-deildina í vetur. Ég er rétt að minna á það kannski að við erum með 4 leiki í beinni núna helgina, 2 á laugardaginn úr B-riðli og svo A-riðillinn heldur áfram á sunnudaginn. Við að gera tjekk á því. Dagskráin er að finna á síðun okkar, sporttv.is. Já, ágætis tilraun hérna hjá Fjölnir. Fyrirgefinn ekki alveg nú öflug. Beint í hendurnar á Þorsteini og svo kemur skyndiupphlaup hérna. Þetta getur skambast hætta. Kristján Ari gerir sér líklegan á marktegnum. Boltinn kemst ekki til hans og það er innkast sem að Íringar eiga. Já, töltir Axel Kári Vignisson við völlinn. Það er að taka innkastið. Það var það fyrirgjöfin, það er engin Íringur þar að segja, en þá hefur Fjölnismenn á að bæja hættunni Viðar. Guðmundur með honum. Nei, Guðmundur þarna er þetta að tapa boltanum, en hann
bergar félaga sínum og Fjölnismenn skipta yfir til hægri. Að reyna þaðan. Viðar. Otto. Sendinguna út til hægri. Aron. Það ekki að leggja boltan fyrir sig og hálið Ýringar. Það eru Dóratarnin á miðsvæðinu og Ýringar missar svo boltan út af innkast. Hæra með við miðlínuna. Bergsveinn. Já, ekki nóg vandað. Boltinn út af. Já, þá er það Fjölnismennirnir áfram. Ágúst hjá boltanum til hægri. Já, Illugi Þór Gunnarsson hérna hjá boltanum með Bergsveinn Ólafsson. Já, Viðar býður sig per boltan og reynir svo að senda ykkur á teig en Kristinn Freyr fór ekki í hlaupið og sendingin þess utan allt og löng. Karl og Chris. Þannig að Jóhann með sendingunum tilbaka, ágætis pressa hjá. Flottu snúningur hérna á Hauk Ólafsinni. Gefum boltanum á Kristján Ara, nei, hann tekur ekki við honum. Já, Kristinn. Nei, finnur ekki samherja. Kristján til boltan á Jónki Ström. Vel varist þarna við Illuga. Og Karl vinnur Jón. Já, vel gert í honum. Kristján. Og Rannver Frýr, já, nei, rangstæður er hann. Já, tæft var það með síndist en ekki að segja þetta hefur rétt. Línuvörðurinn í það minnst að betur staðsettu til þess að sjá þetta heldur en ég. En ágætis sprettur hann í Ýringum. Þeir eru búin að sína nokkur sinnum við þessum leika. Þeir geta þetta hæglega og segja þetta er svona það jákvæðasta sem maður hefur séð til Ýr á þessu móti til þessa. Hvað sé að best spilandi sóknarleikur þeirra til þessa þessi rauðu upplöf sem þeir sýnt þessar fyrstu 8 mínútur leiksins. Þá fútbolti hérna út á Aron og hann með fyrirgjöfuna. Þannig að skiptir kant við Guðmund Karl. Kristinn. Já, Chris Vorenkamp hann er að halda hana frá þessu þetta skiptið. Já, Viðar vildi fá hendið þarna og Guðjón fekk ekki en er ná boltanum strax aftur. Og Aron Sigurðarsson leitar á hægri fótinn og sendir svo fyrir, fínasta fyrirgjöf. Guðmundur Karl ekki alveg tilbúinn í þennan bolta. Kristján Ari. Já. Haukur Ólafsson hérna fær boltan, Kristján Ari aftur. Leitir hér að Guðjóni, boltinn aftur fyrir hann og Bergsveinn Ólafsson kemur með þetta út úr vörninni. Finnur Guðmund Karl og hann finnur Viðar Guðjónsson. Kristinn og Guðmundur aftur. Já, getlega gert hjá Fjölni, spila út úr þessu bara rólegheitum. Skipuleggja sig svo og það verður þeir gera næsta árás. Langur bolti frá Gunnar hér út til hægri. Nei. Viðar náði þessum bolta ekki og þá komu Ýringarnir.
Ágætlega gert þarna hjá Sindra Snæ. Chris Vorenkamp hérna. Sindri, þetta var ekki svolítið gert honum, en Karl bjargar honum með hvað, nei. Aron finnur Kristinn. Hann leitaði aftur að félaga sínum, en Karl Brynjar varðið selv þarna. Það var Jóhann Björnsson. Kristján Ari og Guðjón. Kristján aftur og hann leitar að Jóni. Kemur Jón Gísli hérna uppi vinstra megin. Tveir leikmenn komnir inn í teiginn. Sindri Snær hérna fyrir utan með skotið, en það er yfir ágætistilraun. Viðar Guðjónsson sækir hérna fyrirmæli til þjálfara Ásmundar Arnarssonar. Klaufaleitt hérna hjá Fjölnismönnum missa boltan út af. Þetta var hættuleg sending tilbaka, en Chris Vorenkamp gerði þetta vel. Fyrirliði Fjölnis þarna í dag, Ágúst Þór. Sendi ykkur niður til hægri, fá innkastið. Kristinn ekkert að bíða eftir Illuga og tekur þetta bara sjálfur. Guðmundur Karl með honum. Fallega spilað. Illugi kemur hérna. Finnur Guðmund, en Íringar vinna þetta og geta núna sótt hratt. Kristján Ari. Nekli boltanum í Rannver og þau verður ekkert á þessu. Rannver hefði ósækjum að taka spretnin fram og það hefði Kristján vantilega geta fundið mennina hérna hægra megin sem voru 2 á 1. Hingað sem að Fjölnir á slakt innkast reynilega og Íringar konum með boltan Haukur. Finnur Rannver, hann með sendinguna í 8 vítateignum, en þetta er vel gert. Rafnir Davíðssyni, Greta Dörgi og Gimur Aron hérna. En slögg sendingi á honum, Rannver vinnusamur vann þetta. Og Þorsteinn með spyrnuna fram, aðþrengdur og innkast sem að Fjölnir á. Ágætlega leikið hérna inn á miðjunni hjá Jóni og Guðjóni, en svo er það sendingin, hún er of löng. Rannver með hana. Vantar herslumuninn. Íringar ná að nýta þessi hljóðefli sín og skapa sér eitthvað færi. Þeir gera þetta býsna ágætlega, þannig að verjast nokkuð vel og fyrir utan þetta eina færi sem að Kristinn Freyr skapaði sér sjálfur með leikni sinni. Það hafa Fjölnismenn ekki skapað sér mikið og Íringar skeinu eftir hraðablöfurnum. Fellur Guðmundur Karl og Illugi Þór var þetta sem féll þarna og fær innkast. Þess fyrirgjöf þarna, en Chris fljótastur átt að sjá þessu. Ágúst. Vandrækningur þarna á Fjölnismönnum, þeir að leita aftur í öftustu vílinu. Bergsveinn. Gunnar Valur
Nei, þetta gengur ekki upp. Írika vinna boltan. Já, en hann verður hérna lagður af stað í sprettinn. Hann sendi ekki koma, hann sá aldrei boltan fyrir hann var seint. Ágúst með giftingun út til hægri. Ágætlega gert hjá Axel Kára að skalla þetta innkast. Hérna er það Kristinn Freyr. Illugi með honum úti en Kristinn reynir að gera þetta sjálfur og tapar boltanum. Illugi náði honum þarna. Og með fyrirgjöfina hvar endar hún og við höndunum á Þorsteini Einarssyni. Hann er fljótur að koma þessi leik, það er Jón Geirström. Hann tekur að sprettinn, ösku fljótur. Já, ágætlega gert hjá honum en vel þessi að Fjölnismönnum reynsluboltinn. Gunnar Valur sá við þessu. Já, 26 mínútur liðnar í leiknum. Hann fá markalaust og Írikar hafa verið heldur sprækari sóknarlega síðustu mínúturnar. Og Fjölnir sé kannski meira með boltan. Það var Aron og Viðar. Já, ágætis tilraun hjá honum en beint á Axel. Það fær ágætis tíma til þess að ákveða hvað hann ætlar að gera. Jón, hann skilur svo Þorstein markvörð. Já, sýnast að spilumennska hérna hjá Íringum, kemur Sindri Snær. Finnur Kristján Ara. Já, frábærlega varist þarna. Gunnar Valur svo klettur þarna í vörninni stöðvað þetta. Og endanum brotið á honum. Það er það. Fjölnismenn. Það er að reyna að teima Íringana framar. Írringarnir þéttir hérna megin vallarhelmingi, reyna að loka svæðum. Þarna glemmaði sér eitthvað, nei, hann er rangstæður. Hann Aron Sigurðarson, það hlaut að vera Fjölnismenn ætla að gera skiptingu. Viðar Guðjónsson kemur út á og Marinó Þór Jakobsson kemur í hans stað 29. mínútu. Já, spurning hvort að hvað sé ángra Viðar, hvort það sé meðsli eða það sé einfaldlega bara sprungin, hann liggur hérna á bakinu. Getur vel verið að hann sé bara að hlaupa sig í form og ráða ekki meira en hálftíma. Það fætunar upp í loft. Já, það er að koma tilbaka til meðsli. Það var það Guðmundur og Illugi. Ágúst hérna opið allt hérna vinstri megin, leita aftur til hægri. Reyna fyrirgjöfina. Það gengur ekki hjá þeim og Írikar ná boltanum. Já, Gunnar Valur vilja fá hendi í Írringarnir og í staðinu komið dauðafæri hérna. En skotið rétt fram hjá. Aftur var það Kristinn Freyr, aðgangsharður. Búinn að fá bæði færi Fjölnismanna en skotið hjá honum fram hjá eins og áðan.
Já. Geiringarnir hér með innkast. Gengur ekki. Kristján Ari. Já, vel varist þarna hjá Ágústi. Já, Chris gerir þetta vel. Já, lataði boltan skoppa á fylgmenn á honum, Marino og Kristinn. Glæsileg tilþrif. Aron með honum. Hvað gerir Kristinn? Finnur Aron eða hvað? Nei, ágætlega varist. Axel náði að þvæglast fyrir þessu og Chris pikkaði þetta svo upp. Komið svo frá Rannver. Guðjón. Já, ekki rangstæður. Jón Giström ekki rangstæður. Kemur hér inn á teginn. Kristján með honum. Reynir skotið en það er beint á Hrafn Davíðsson. Greip þetta sjálfsögðu auðvitað. Já, aukaspyrna hér sem að Fjölnismenn fá á miðjum vellinum. Fjölnismenn reyna hérna eins og svo ofta að vera að teima Geiringarna framar og svo kemur löngsending frá Bergssoni. Kristinn með þessum bolta. Aron með honum. Já, það gerir Aron þarna með skoti. Það er víðsfjari. Engin hætta því en ágætis tilraun enga síður að gera að reyna þetta þar að segja. Já, ekki mörg færi sjálfur sér í þessum fyrri hálfleik til þessa. 32,5 mínúta liðin á honum en enga síður sæmilegasti fótbolti. Liðin er að reyna að spila fótbolta, halda honum niðri og blanda þessu reyndar. Senda langa sendingar þegar það á við líka. En alltaf er það markvisst. Hann og Bergsveit. Já, duglegir að skipta hérna á milli miðvarana og þreifa á konturum. Hvað sé best að fara? Já, nú er búið að brjóta þetta upp og það myndast pláss hérna vinstra megin. Guðmundur Karl gerir rauninni minnstu galopin hérna. Jóhann Óli vinstra megin en þeir náðu ekki að nýta sér það. Og svo slöksandi út úr vörninni og Geiringar eiga séns. Hendi. Jóhann á Karl. Það er Jón Gísli. Rannver og finnur Sindra Snæ. Já, það er Jóhann. Haukur hérna út í hægra megin. Það er smá plás til að vinna með 1-1. Nei, kemst ekki fram hjá Jóhanni. Það koma Fjölnismenn. Guðmundur Karl, það reytir Arni en gengur ekki upp. Það var Chris með langa bolta fram. Bergsveit Hurakkar þarna og skallar þetta. Já, áfram með þetta segja þeir Marino. Boltan til vinstri. Ágúst reyna að drífa sína menn áfram. Eiga til að staldra svolítið á boltanum og
hinkra staðis að fara árás og finna næsta menn strax. Og Ýringur tekst í hansi vel að koma sér aftur fyrir boltan. Já, Jón Gísli. Rannver Axel sem að reynir langa sendingu en hún misheppnaðist. Fer af utanverðu fætinum út af innkast. Bolti fram hérna en Axel skallar innkast aftur. Já, Kristján Ari og langur bolti fram, þetta var ekki neitt. Það kom aðeir. Fjölnismenn með langa sendingu. Já, þetta fer yfir varnarlínuna. En vel gert hjá Þorsteini rétt á undan Guðmundi Karli þarna. Já, mátti ekki miklu muna. Það var það. Ýringar. Jóhann. Og Chris. Haukur missir boltan út af. Gunnar Valur hillu í með honum. Já. Tók hann Kristín á sprett en náði ekki boltanum. Já, Chris með boltan á Karl Brynjar. Búið að hægjast aðeins á þessu síðustu mínútur. Liðin í miklum vandræðum með að skapa sér einhverja hættur. Og spurning hvort séu fann að bíða eftir hálfleiknum, ég veit ekki, það eru 7 mínútur ennþá til hálfleiks. Það þykir eftir að uppbóta tími verið í algjörðu lágmarki eins og reikna með. Hálf mínúta eða svo. Spurning hvort að liðin vilja fara að endurskipuleggja sig. Ekki alveg gengið að skapa sér færin. Fjölnismenn fengið 2 þokkaleg færi. Og Ýringar verið svona við það. Búið sér til eitthvað stöku sinnum en lítið er það. Já. Fyrir að spila boltanum aftur í öftustu vílinu og Ýringar vinna svo boltan eða eitthvað, nei. Ágætlega gert þarna Illugi. Vinna boltan á hættulegum stað og kemur sendingin frá Marino sýndist mér og Otto Marino með skotið, það er framhjá. Og það er markspyrna frá marki Ýringa. Þorsteinn. Já, Otto
Boltan hérna sendingin hjá honum ekki alveg nógu góð, Sindri Snær. Já, Jón Gísli fær innkastið. Jóhann hérna alveg galopinn hérna með hægri bakverðinum, fær boltan. Já, Kristján Ari, nei, tapar boltanum, hann gefur marknum. Hann kemur Guðmundur Karl. Með hellingstíma, en þetta var ekki nógu vel gert hjá honum. Chris Vorenkamp gerði þetta aftur á móti býsna vel, vann boltan auðveldlega. Kristján Ari, ekki nógu góð sending frá honum. Gunnar Valur, en þetta allt undir kontról. Það var Kristinn Freyr. Allt og föð sending svo. Aron Sigurðarsson. Allt og löng sending fyrir Aron Sigurðarsson, það sem ég ætlaði að segja. Og markspyrna frá marki hér. 4 mínútur til leikhlés. En þá markalaust og nokkuð tíðindalítið í leik sem hann fór ágætlega staðreyndar. Já, Otto með sendinguna inn fyrir vörnina, en hún er á löng. Vantar aðeins hugmyndaauðgið í þetta hjá liðunum þessa stundina. Já, þetta er vel gert hjá Hauk og Jóhann. Hann með fína sendingu eða hvað, nei. Gunnar Valur með þetta allt saman hérna. Löftustu víglinu. Og engum vandræðum með þetta. Bergsveinn gefur boltanum hérna ítluga. Það var Aron. Nei, hann tapar boltanum. Sindri. Og Haukur. Finnur Kristján og Haukur aftur. Já, en einu sinni Gunnar Valur sem stoppar þetta. Og sér svo að koma boltanum á öruggan stað. Vel gert hjá honum. Já, flottur sprettur hérna hjá Aroni. Við með honum. Hann með fyrirgjöfuna. Já, Guðmundur Karl og það er fyrsta markið eða hvað. Já, hann kemur hér á 43. mínútu. Markamínútuna Bjarnarfjall. 1-0 fyrir Fjölni. Já, það þarf ekki meir en eina öfluga skyndisókn og afskoraru. Flott tilþrif hjá honum Aroni Sigurðarsyni hérna út á hægri kantinu sem að skóp þetta mark. Sýndi flotta tækni, átti svo þessa eitruðu sendingu inn á tegin og ágætlega afgreitt hjá Guðmundi Karli. Svona ekki kannski ekki allra besta hérna. Það er ekki spurt af því. 1-0. Við fengum markið innan fyrir hálfleik. Og Teitur Mýringa heldur betur upp í vegg. Þeir verða að vinna þennan leik allir sér að komast undan úrslit. Spurning hvort að það hefur kannski verið einum og mikið fyrir þetta lið. Ætla sér þangað, en maður hlýtur ætla það og liðin ætla sér þangað. Já, hættuleg sending hérna en Þorsteinn gerði þetta vel með boltann á kassan og Karl Brynjar pikkaði þetta upp. Já, Kristján fellur boltan. Marino, Aron. Nei, Kristinn hefur vantilega að tala sig á rángstafan og ekki þessum alltaf þessa sendingu. Já. Það er aukaspyrna sem Mýringar fá hérna. 20 sekúndur eftir að venjulegum leiktíma fyrir hálfleiks.
1-0 fyrir Fjölni, markið á 43. mínútu. Þegar leikurinn hafði dottið aðeins niður, fenguði reyna góða skyndisókn og gerði þetta býsna vel. Já, Axel. En sendingin ekki nógu góð. Já, Jóhann. Hann komur út úr stöðunni sinni, en hvað? Nei, Guðmundur tók ekki boltan, Marino náði honum ekki, en Fjölnismenn vinna boltan strax aftur. Aron. Kristinn með honum. Já, Axel les þetta auðveldlega, en Kristinn nær boltan í jarnharðan. Já, Axel að fælast vel fyrir þeim þarna. Það var bara uppbót á tíminn eftir fyrir hálfleik. Það verður ekki mikill. Ein skipting og 1 mark. Öðru leyti stoppaði leikurinn allan eitt. Já, Ágúst reyndi skotið, fær boltan aftur. Villið með sendingunum á teig. Nei. Guðmundur Karl þarna, markaskorarinn aðgáðsarður en gekk ekki upp. Langur bolti fram. Jóngi Ström. Nei, hann má ekki marknum. Vel varist hjá Fjölnismönnum og það eru síðust andartök fyrir hálfleiks. Staðan 1-0, Fjölni í vil. Guðmundur Karl með markið á 43. mínútu. Skellum okkur í auglýsingar hér í hálfleiknum og komum svo með seinni hálfleikinn af Vörmurspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Disney kynir stærstu teiknimynd ársins. Ævintýralegur flótti, Tangled. Allir hestar kóngsins og allir hermenn kóngsins. Get ekki fengið hana aftur upp í turninn. Svona nú. Ævintýralegur flótti. Fyrirgefðu. Frumsýnd 21. janúar. Ískápar. Heldur betur. Max. Harðviðarval hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðarval. Þegar þú kaupir parkett. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible.
Kapow! Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Boltinn í beinni
komið sælir aftur áhorfendur góðir. Hálfleikurinn liðinn hér í Egilshöllinni og það er að styttast í að seinni hálfleikur hefjist hérna. Það er skiptinga sjálfsögðu svo alltaf hér í Reykjavík-mótinu. Því að Bjarni Gunnarsson, stórefnilegi leikmaður Fjölnis, er að koma inn á. Hann er rétt að verða 18 ára gamall. Leikmaður nr. 11 og geta að gefa honum gaum. Og einnig kemur Atli Már Þorbergsson inn á. Hans ári eldri. Já, í hér kemur Stefán Þór Pálsson. Hann er ekki nema 15 ára gamall. Sá hreif mig hér daginn. Hann kom inn á og spilaði. Man ekki hvað það voru margar mínútur en ekki voru það margar. Stóð sér býsna vel. Til góða spretti. Hverju fór út af? Já, það kemur í ljós. Reynum að sjá það hér. Liður á leikinn, hann er í það minnsta hafinn, staðan er 1-0 fyrir Fjölni. Það hefði ekki verið Haukur Ólafsson sem að fara út af í hér meginn. Sýnist það svona fljótt á liðið. Og Stefán Þór tók hans stöðu. Já. Það er það Fjölnismenn hér. Kristinn líflegastur í þeirra liði fyrir hálfleik. Býsna góður, býsna flinkur og skemmtilegur leikmaður að horfa. Já, ég er ekki að byrja þetta krafti hérna. Og náður að... Nei. Stefán varamaðurinn sjálfur ungi var þetta sem var aðgáðsarður þarna. Það gekk ekki upp. Já, Aron hægra megin, Kristinn sér hann ekki. Og aukaspyrna, já, sem við fá á hættulegum stað hér. Það góðst að heyra Gunnar Valur. Já, gekk ekki hjá honum. Eiríkur Sindri Snær, Axel. Hann með fyrirgjöfuna en já, hann tekur þetta örugglega Hrafn Davíðsson. Sýnist Guðmundur Karli það minnst að hafa farið út af Fjölni. Atli Már kominn í miðvörðun og Gunnar Valur á hægri bakvörðinn. En Illugi fór hann á miðjuna. Otto maðurinn og ætli hann sé ekki farin út af með sínist það líka. Aukaspyrna hérna. Já.
náðu ekki að setja marksut á fyrir hálfleikina. Það í það minnst ekki sóknarlega. Guðmundur Karl sömuleiðis nú séðan spila betur. Já, hérna kemur Bjarni gulu skónum sínum. Já, vel varist Chris Morenkamp með þetta með allt á hreinu þarna. Kristján Ari með fína snúning. Sendir Jón áfram, já, fínasta sending á hann og hann hérna á móti Gunnari. Gunnar Valur átt frábæran leik hérna, frábæri miðurinn í fyrri hálfleik og gerir þetta býsna vel, hleypir unga strákunum ekki fram hjá sér. 17 ára gamallan Jón Gísli hérna úti vinstra megin. Áræðinn og flottur strákur. En það þarf meira þess að fara fram hjá Gunnari Val. Já. Guðmundur Karl sem var tekinn út að hérna í hálfleik. Náðan þó að hann ekki spilaði sinn besta leik, þá náðan þó að skora eina mark fyrir hálfleiksins. Þetta er frábæra tilbúði Aroni Sigurðarsson út á hægri kantinum sem lagði það mark. Hann skilur það þó eftir sig í þessum leik, það er ekki spurning. Nei, Guðmundur Karl er þarna vinstri bakvörðunum, já. Það var Jóhann Óli Þorbjörnsson, vantarlega sá sem hefur yfirgefið völlinn. Það er svona mönnhönd hérna úr þeirri stöðuna fættir annari. Þetta eru fjölhæfið drengir hjá honum Ásmundi, það er ekki spurning. Þarna er Guðmundur Karl í baráttunni með sér. Stefán fram með sér en boltinn út af. Það var sem sagt Jóhann Óli Þorbjörnsson sem fór út af í hálfleiknum. Svo það sjáur hennu ágætis fyrir hálfleik enga sigur. Það minnst að varnarlega ekki mikið ógn á hana fram á þessu sem. Spurning hvort að það sé það sem Ásmundur er að leita með að setja Guðmund Karl í bakvörðinn. Hver veit. Já, og langsending hérna. Þorsteinn kemur þessu strax í leik. Chris með nokkra spyrnu hérna fram að berga því að boltinn fara út af og svo kemur lögspyrnum tilbaka. Eitt sérstaklega markvist okkur á þessa stundina. Já, ágætlega að spila hérna Þorsteinn og Chris og Sindri Snær. Já, reyna einhverju hluti sem hann á ekki að gera þarna og Kristinn með sendinguna. Já, út í vinstri og ágætis fyrirgjöf en Aron hittir bollar ekki nógu vel allt og fyrir undir hann og setur hann hátt yfir. Já, en enga síður sæmilega gert þarna. Maran og Þór Jakobsson sýndist mér með fyrirgjöfuna. Kom inn á í fyrri hálfleik fyrir Viðar Guðjónsson sem að sprakk á hálftíma. Já, Jón með sendinguna á Rannver. Nei, það var þarna hjá Atla Má. Miðurinn Munga kom inn á í hálfleik.
sendingunni fyrir vel varist hjá Atla Má. Góð innkoma hjá honum. Kristinn Freyr þarna, já, fær boltan aftur eitthvað og fær vantarlega aukaspyrnuna. Nei, er dæmdur brotlegur. Það hérna. Það var að Sindri Snær. Kristján Ari. Þrælflingur. Leiðist ekkert að sína. Rannver. Já, sendingin honum allt á löng og Hrafn Davíðsson grípur þetta öryggi. Sjáum að Írikar eru mun framar heldur en þeir voru í fyrri hálfleik, enda þurfa þeir að jafna. Spurning hvort að Fjölnismenn nái að opna þá eitthvað hérna. Það er ekki þessu tilfelli. Rannver. Já, ágætlega gert hjá honum. Las löpið Aroni og hann náði ekki að gera sér mátur þessu. Það er Guðjón. Já, Kristján Ari. Stefán, en hann kemur boltanum ekki á Samherja. Já, langur og góður bolti hérna á Bjarna. Hann finnur Aron. Hundi segja nei, ekki Valgeir sammála því og Bjarni, en skotið er vel yfir. Já, að gera að reyna þetta samt. En ekkert sérstaklega fast og Bjarni ekki miklu jafnvægi endilega þegar hann skaut. Já, Jón Gísli Ström að koma út af. En hann kemur Elías Ingi Árnason. Það var ekkert sérstaklega sáttur við að það verið skipt út af, en það var ekkert að vera það. Spurning hvað Elías Ingi getur komið með hérna inn fyrir Írika. Já, Bergsveinn vann hennan skallabolta. Sterkt hjá honum. Guðmundur Karl. Já, finnur Bjarna. Hvað gerir Bjarni? Hann fer með boltan, kemur honum inn í teginn. Já, gekk ekki upp hjá. Já, þeim voru ekki nálægt í. Já, Hrafn Davíðsson. Já, vinnur innkast. Skrautlegt að sjá. Það geta verið stórhættulegt, en hefnin með honum. Komin hérna einhverja skoðaferð og þeir eru náttúrulega að láta bakverði sjá þetta. Sparkar svo í andstæðing, en hefnin með honum boltinn út af. Það er að Fjölnismenn reyna hérna misjafna skiptingu, en Kristinn Freyr vinnur boltann. Það er hann aftur og notar Samherjana vel. Gunnar og Aron. Axel Kári til varnar. Já, sjáu tæknina á stráknum, glæsilega gert. Komin í ágæti stöðu hérna og boltinn út á Marino, en kemur skotin ekki í gegn. Þá koma Írikar. Guðjón. Já, kemur boltanum aftur út til hægri. Og Stefán, er þetta ekki Sindri Snær er að brotið á honum á stórhættulegum stað. Já, þetta er tækifæri. Kristján Ari ætlar að spyrna á. Guðlaugur Baldursson, þjálfari í kallar skiljum einn eftir. Axel Kári einn hérna eftir, allir aðrir hvítklæddir
Írringar komnir upp á tegnum. Kristján Ari ætlar að skjóta, skýtur beint í vegginn. Boltinn fyrir Guðjón Gunnarsson en skotið hjá honum framhjá. Ekki gott skot víðsfæri. Ekkert var úr þessu. Stórfurðuleg sending hérna hjá Guðmundi og heppnin með honum í rauninni. Atli Már bjargaði því að þarna færi illa. Chris gerir þetta ágætlega. Axel sýnir hérna ágætistækni og færingastið. Axel með innkastið. Guðjón Gunnarsson vel gert hjá honum, kemur svo Chris Vorenkamp og hann leitar út til hægri. Vel gert hjá Jóhanni. Það var að Stefán og fyrirgjöfin en þetta skallar Bergsveinn í horn. Andri Björn, 0. Kristján Ari með hana, hornspyrnuna þar að segja. Og hvað? Karl? Nei, Karl Brynjar átti skotið en það var framhjá og það var einskiptingin í viðbót. Það er það Egill Gautur Steingrímsson sem er að koma inn á fyrir líflega Kristinn Frey Sigurðsson. Flottur leikur hjá Kristni. Og Egill Gautur fær núna að láta ljósið skína. 19 ára gamall. Einn af fjölmörgum bráðmjörgum strákum í þessu Fjölnisliði. Ekkert nema ungi strákar nánast inn á vellinu hjá þeim. Ótrúlega gott starf unnið í Grafarvoginum, unglingaþjálfun. Írringar hérna sækja vinstri. Fyrirgjöfin gekk ekki upp og glæsileg tilþrif hérna hjá Aroni. Og Marino finnur Bjarna Gunnarsson. Hvað gerir hann? Með fyrirgjöfina. En frábært útlöp hjá Þorsteini Einarssyni. Vel gert. Og hann fljótur að koma boltanum í leik. Það er Kristján Ari. Rannver hérna úti en þannig að hann hleypur ekki inn svona eftir þessu. Gunnar Valur fær þetta bara á hljóðnappana. Og þeir fljótir að ná valdi á boltanum. Líkliði. Fýtt bolti á Bjarna. Hvað gerir Bjarni? Hann fer sjálfur en Karl Brynjar gerir þetta vel. Hefst í boltan og það er hornspyrna. Nei, ekki hótnunu segir Guðlur, ekki skiptingin. Það var hann búinn að biðja um. Kemur væntanlega næst. Það er Aron Sigurðarsson sem að tekur hornspyrnuna.
setur þetta á nærstöngina og þar galli frá Ýringum og taka þetta hérna fjær Fjölnir. Vel gert hjá Ýringum, þeir komast út og svo hendi að Bjarna og hann fær í það minnsta tiltal á Valgeiri. Nei, guldspjald að tók boltan viljandi með hendinni, ég held að það sé engin spurning. Og nú kemur vandalega skiptingin hjá Ýringum. Tvöföld skipting. Andri Björn Sigurðsson á kominn á og Elvar Lúðvík Guðjónsson líka. Og út að koma Guðjón og Jóhann Björnsson. Guðjón Gunnarsson og Jóhann Björnsson. Þá það Ýringar bara einn varamenn eftir og það varamarkmaðurinn Brynjar Örn Sigurðsson. Nei, Atli Þór Jóhannsson ekki kominn inn á heldur. Tveir. Hérna löngsending á Aron. Þorsteinn finnur samherja. Chris boltan á Andra, hans fyrsta snerting. Elvar Lúðvík var náttúrulega hægri bakurinn fyrir Jóhann og Ýringarnir Karl með langa bolta fram, beint í hendurnar á Hrafni Davíðssyni. Þetta ekki beint þetta tilþrif akkurat þessa stundina en koma Fjölnismenn. Egill Gautur hérna ætlaði sér ómikið, hann fær boltan aftur hér, Illiði með honum, sendingin ekki nógu góð. Karl Brynjar las þetta, þá komið Ýringarnir hratt. Galoppi hérna í miðunni en vel varist af Bergsveini, mjög prýðilegan leik. Bergsveinn Ólafsson. Gunnar Valur vinnur Egil en Axel Kári verst vel. Svona aðeins opnast, menn að hlaupa út úr stöðunum meira núna. Þeir eru fljótir að koma sér aftur á sínu réttu staði. Gunnar Valur og vann boltan. Ágúst Gunnar Valur vinnur Egil. Það er ekki marga valkostir, engin hreyfing á samherjunum þarna. Hérna boltanum út til vinstri, það Aron. Hann tekinn niður og eða hvað, nei, Díva það dæmdur brotlegu sjálfur og fær væntanlega gula spjaldið. Reikna með því að Valgeir hafi verið með þetta allt á hreinu. Engin leið fyrir mig að sjá hvort það hefur verið snerting hérna eða ekki. Það sem ég stend.
vel gert hérna hjá Illuga. Illugi að vinna sem hérna eftir að koma inn á miðuna seinni hálfleik. Gunnar á Illugi. Hann sendur boltan tilbaka á Atla. Atli Már. Það hérna tíma á boltan og komur svo Gunnar. Já, vel spila hjá þeim Agli og Gunnar, en Gunnar missir boltan aðeins frá sér og Karl vinnur hann aðeins að draga Gunnarum á orðið móður og svolítið setna komist þér aftur í bakvörðinn. Jæja, það var Aron sendingin inn fyrir Egil. Greit Gautur, hann nær ekki alltaf sín á. Takk fyrir á Rannver og Sindri Snær hér. Hann verðist aldrei að þreytast. Þindalaus. Sindri Snær Magnússon. Hleypur mjög mikið. Mjög duglegur leikmaður. Já. Aukaspyrna hér sem að Fjölnismenn eiga 25 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Rétt 20 mínútur eftir þessum leik. Staðan þá 1-0 fyrir Fjölni. Nú ekki að skapa sér færi hér í seinni hálfleik. Sindri vinnur boltan einu sem oftar. Elvar. Stefán Þór fær innkastið. Karl með langa sendingu. Guðmundur Karl. Komst inn í hana. Ég er eitthvað komið hér aftur. Já, hættuleg sending hérna. Chris, hann bjargar þessu. Vel gert hjá honum. En það var eitthvað að tókna við þetta. Það fengi krampa bara. Sýnist það svona teginu sem að já, leggst niður og vill fá einhver aðstóð. Það var vantarlega tegi á kalónu fyrir hann. Það er ekki mikla möguleika á að skipta hér. Héringar bara Atli Þór Jóhannsson. Það útispilurum eftir. Það spil hvort hann er að koma. Sjáum til. Þetta híkja upp hjá Fjölni. Kemur Ómar Hákonarsson. Gerir sig kláran til að koma inn á hjá Fjölni. Það er hérna síðasta korterið eða svo. Kristján Ari. Flotta sendingu. Stefán. Nei, hotspilna er það. Já. Stefán Þór Pálsson með skotið eða fyrirgefuna. Það hefði kannski mátt, þannig hefði nú verið að reyna að gefa hann, en það hefði kannski mátt dúndra bara markið, kjörstöðu. En það er Kristján Ari með hornið. Já, það er skallaður höndunum á Hrafni. Íringar ná boltanum. En Bjarni vinnur hann hérna og fær hann aftur. Hendur hann áfram á Egil Gauta. En hann er hann ekki Elvar Lúðvík. Gerir það aftur á móti Rannver. Chris.
Það Stefán Þór. Nei, hann ekki að halda þessu inn á Guðmundur Karl náði að trufla nógu mikið til þess að hann misti boltan út af. Þá kemur Ómar Hákonarson inn á. Ágúst Þór Ágústsson kemur á leikvelli. Ómar Hákonarson margreyndur í þessu. Já, Guðmundur Karl með boltan. Aron heimtar hann hérna út í hægra megin undan galopinn. Hann kemur nú vantarlega Árásson eða hvað, hleypur inn á miðsvæðið. Finnur Bjarna Gunnarsson sem kominn einn á móti markverði, en það varið í horn eða hvað, nei, markspyrnu segir hann bara. Nú já, hann var þetta klárlega í horn. Já, markspyrnu segir þær, nei, það er einfaldlega rangur dómur. Þetta var augljóslega varið. Hann stóð dómarinn hefur ekki séð það. Dómarinn gaf uppalega hornið, en treysti svo aðstáð dómarinn eins og hann ákvað sig að gera, og hann hafði aftur ytterst fyrir sér. Þannig far Bjarni aftur boltan, aftur tækifæri. Finnur Aron. Ómar með honum. Ómar fær boltan hér. Það var það Marino. Og hann missir boltan. Þá er Eiríkar tækifæri, langur bolti fram, en sendingin afleit. Kristján Ari eftir allt annars staðar heldur en boltinn. Já, þá var það Fyllismenn enn og aftur. Og það er skot, en farið Egill Guðmundsson sem þetta hafi verið með þetta skot, já. Vantaði aðeins kraftinn í það fyrir utan að vera náttúrulega beint á markmanninn. Já, Fyllismenn á boltan hérna, tapa honum eða hvað, já. Ómar þungur á leppanum hann að síns mér. Og aukaspyrna hér, Bergsveinn brotlegur, brýtur á Elíasi Inga Árnasyni. En þá 13 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan 1-0, Fjölni vel. Það er stefni 60 úr 2 leikjum. Það heldur sem horfir, Kristján með sendinguna. Og þeir fleita þessu sjálfur. Vjölunismennir er aftur fyrir. Heppnir hreinlega þetta fór ekki að ramman. Rannver Sigurjónsson ætlar að tæka hornið. Með frá vinstri. Snúa boltinn inn að markinu eða hvað, nei, sendur þetta út í teginn. Það hittir engan og Vjölunismenn á boltanum. Já, góð sending hérna á Aron og hann með sendinguna inn fyrir, glæsileg sending. Ómar Hákonarson, Bjarni Gunnarsson með honum, en sendingin ekki nógu góð. Það er stega svolítið langt með að vera komin í sitt besta form, en Ómar. En hann er að taka þessa spretti. Hæglega geta náð 2-0 fórstu hana. Já, Fjölnir á þetta engast. Finna hérna Ómar eða hvað, nei. Boltinn inn á út af strax aftur. Aron alltaf tilbúinn að elta lausu boltana. Feikilega duglegur. Reynir að stríða
Já, sendingin hérna inn fyrir. Og hvað, misskilningur. Elías nálægt í að ná þessum bolta og bolti ver aftur fyrir hornspyrnu. Já, klaufalegt hjá Fjölnismönnum. Kristján Ari flýtir sér að sækja boltan. Já, getur fyrirgefið og hvað? Þarna mátti ekki miklu muna. Þetta er ekki Chris Vorenkamp sem var þarna í færinu. Fá aðra hornspyrnu eftir Kristján Ari. Og aftur inn á tegin Rannver og það er mark. 1-1. 10 mínútur eftir þegar Rannver jafnar metin. Já. Það þarf ekki meir en eina hornspyrnu og það var skyndilega menn búnir að missa unninleik niður í jafntefli. En þetta voru tvær frábærar hornspyrnur hjá Kristján Ara sem að við grunnaði þessu marki. Fyrst náttúrulega færi sem að Chris komst í og svo núna þegar Rannver fekk boltan fyrir fætuna og það verður náttúrulega engin mistök, sett þetta bara í fjærhóttni sem var galopið. Hann verður að skora sitt fyrsta mark hér í eftir að hann kom til þessu frá Breiðablik. Þessu er ekki að koma úti. Nú þurfa Kristján Ari fær hennar bolta og hvað? Nei, rangstaður. Já, löngsendi hérna frá Karli en Kristján rangstaður. Nú mögum kannski að vona því að Fjölnismenn færi sig aftur aðeins framar. Freisti þess að sækja sigurmarkið. Það er súrt fyrir þá að fá þetta jöfnunarmark á sig að 10 mínútur eftir en ég segja að þetta sé bara verðskuldað. Við erum ekki að vera hættulegir, voru sérstaklega hættulegir í fyrirháleik í skyndisóknum sínum. Það fjara aðeins undan þessu en þeir hafa verið að svona fara svo upp á skafti hægt og rólega, farðu liðið sitt mun framar í seinni hálfleik og þeir eru uppskera hér með þessu fína marki. Já, verður það Karl. Axel læðir sérna upp kantinu, sendingin ykkur nákvæm á hann. Það var Marino, sendingin út til hægri á Aron Sigurðarsson. Hann vinnur tilbaka en Bjarni náði að pota í boltann og aftur fyrir fóran. Það tegja sig hann svo mikið í hann. Það þarf lendi yngri stjórn á boltanum. Það var Þorsteinn með markspyrnuna. Já, sending tilbaka. Þorsteinn kemur aftur fram. Já, það var ekki markvist hjá Bergsveini Chris. Bergsveinn skallar þetta Guðmundur Karl. Já, missir boltan frá sér og Kristján Ari nær boltanum. Gott skot en vel varið hjá Hrafni Davíðssyni. Já, fínasta færi hér fyrir Kristján Ara og við vitum að hann getur skotið á markið, skoraði 2 mörk gegn Víkingum. Já, hérna er að færi Egill Gautur, getur hann klárað þetta? Nei, það er varið, skotið ekki nógu sterkt. Já, hann er að færast fyrir, þetta dauðafæri hérna báðum megin.
vonum að þetta haldi áfram. Þessar 6 mínútur sem eftir er að venjulegu leiktíma og það er 2-3 mínútur sem að Valgeir bæti við. Já, Marino finnur Bjarnar sem að hefur engan til að gefa á. Já, þá mátti reyna þetta en boltinn yfir. Ágætis hugmynd. Sindri Snær sýndist Hrafn vera framalega en það gekk ekki upp. Ómar í baráttunni fær ekki eftir að hvað, jú, hann fær aukaspyrnuna. Það er Aron sem á að spyrna. 17 ára gamall þessi strákur, búinn að vera einn allra besti leikmaður vallarins í dag. Það er sendingin, já, ekki alveg nógu góð beint í hendurnar á Þorsteini. Þetta er kannski árásina sem erum að satna. Þetta hafði samt verið aðeins að framalega hjá honum. Það var það Gunnar og Guðmundur Karl. Aron. Já, hann er tekið niður, það er ekki spurning. Rannver náði aðeins að poti hann og nóg til þess að taka hann niður. Rétt mistaði boltanum og þá fær Aron annað tækifæri til þess að senda inn í teig. Allir stórumennir í liði Fjölnis komnir inn á teginn. Bara Bergsveit sem að situr eftir. Aron hann með skotið, frábært skot en vel var í hjá Þorsteini. Já, þetta var flott tilraun. Glæsilega varið líka vakandi í markinu. Einhverju markmenn hefur væntanlega stigið af línunni en ekki Þorsteinn. Náði líka að blaka þessu svona snirtilega yfir slána. Það var Aron með hornið. Guðmundur Karl hérna sendir þetta inn í teginn og hvað? Nei, náðu ekki að skalla þetta á rammann. Atli Már syns mér að þetta hafi verið skallaði rétt yfir. Ágætisfæri enn og aftur. Hvað er þessi fótbolti búinn að vera þarna en blessaða leik? Spyr ég ekki fyrir en staðan var 1-1 að maður fór að hressast. Hún bjóði upp á hvert færið að fætur öðru. Rannver. Kristján er með honum vinstra megin. Rannver rennur. Og þetta er vel gert af Sindra Snæ. Alveg frábær þessi drengur. Rannver með sendingun inn fyrir. Og hvað? Nei, rétt fram hjá Andri Björn Sigurðsson. Við það að stela sigrinum hérna fyrir IR en skotið rétt fram hjá stönginni. Já, hérna, það eru færi fram og tilbaka síðustu 10 mínútur leiksins. Frábært alveg. Stórskemmtilegt að fá svona skemmtunni í lokin eftir hálfdöfanleik. Ómar næra þessu, Þorsteinn undan honum vantarlega, já. Vinnur Stefán Þór sem að fer beint í árásina, glæsilega gert. Stefán. Það finnur Elías Inga en hann er ástæður. Já, ágætis tilþrif hérna hjá Stefáni Þór. 15 ára pilt kantinum. Finnur fær ingast. Og hvað, skipting. Já. Geir Kristinsson fær hérna síðustu andartökin í þessum leik. Og þá kemur Guðmundur Karl Guðmundsson út af.
gerði eitthvað hefviti, segir hann. Það var skemmtilegt. Og hann hleypur yfir í vinstri bakvörðinn. Það Fjölnismenn, Illugi. Já, fínasta sending út. Og Bjarnar Gunnarsson fær hann boltan aftur, þetta er þröngt. En Marino kom inn á teginn. Með Aron úti. En frábær skalli þarna, mikilvægur skalli á Chris Vorenkamp. Og Íringa vinna boltan. Og hvað, já, Sindri Snæra sjálfsögðu maðurinn sem að nær svo að valda boltanum. Og róar þetta niður. Það er venjulega leiktími í liðin. Staðan er 1-1, bara uppbótartíminn eftir. Spurning hversu mörgum mínútum Valgeir bæti við. Ætli að vera ekki 3 ár. Svona meðbundið 2 mörk og fullt af skiptingum. Alla meira, væntanlega ekki minna. Já, það var að hornspyrna. Spurning hvað gerist hér á fyrstu mínútu uppbótartímans. Skoruð eftir horn áðan. Kristján Ari, frábær spyrnumaður. Fín spyrna. Fjölnismenn skalla þetta frá. Íringar ná boltanum aftur. Andri Björn. Já, fær inn kast. Já. Rannver. Andri. Já, vel gert, finnur Stefán Þór. Vel varist og Fjölnismenn eiga boltan. Já, Íringar ekki sáttu við þetta. Já, Aron. Hörð barátta þarna. Boltinn hrekkur til Ómars. Já, fín sending á hann. Fyrirgjöfun. Ekki hittir hún gulklæddan. Aron, nei, þetta er engin aukaspyrna. Og það var Andri Björn. Elías Ingi. Já, Íringar að skapa sér færi hérna og stela þessu. Stefán. Hann er ekki að leggja boltan fyrir sig, sendur það tilbaka. Og Fjölnismenn hreinsa í bili, Rannver. Hörku pressa hérna að marki Fjölnis. Það gerir Rannver, kemur sér í skotfæri og þversláinn yfir. Já, þarna munaði sentimetrum að Íringar hefði stólið stigunum 3. Frábært skot Rannver með baneitraðan hægri fót. Já, það vantar ekki fjör í þetta stórskemmtilega síðustu 10 mínútur þessara leiks. Bæta svo sannarlega fyrir svona slakaleik sem við sáum fram að því, skulum orða það þannig. Hérna Gunnar Valur og Bjarni, hann fær horn. Já. Ekki mikið eftir þessu, kannski hálf mínúta. Valgeir farin að líta á klukku sína. Spurning hvort þeir eigi mikið eftir hornið. Aron tekur hornspyrnuna frá hægri. Hittir hann kollin á samherja. Nei, Þorsteinn grípur þetta öryggi og þá er flautað til leiksloka. Já, frábær endir á þessum fótboltaleik. Fjölnis og ÍR, úrslitin 1-1. Verður ekki að segja að þetta sé nokkuð verðskulduð jafntefli. Guðmundur Karl kom Fjölni yfir 3 mínútum fyrir leikhlé. Já, svo Rannver Sigurðarsson jafnaði metinu á 80. mínútu og því fór 1-1. Fjölnir komið með 4 stig. Öðru seti Ariðils eftir 2 leiki. ÍR náði sitt fyrsta stig í 3. tilraun. Eiga 1 leik eftir. Við komum hér aftur á laugardaginn. Verðum með 2 leiki úr B-riðli og 2 leiki úr A-riðli á sunnudaginn. Fylgist vel með því. Guðmundur Marin og tæknumenn, myndatökumenn, Sport TV þakka kærlega fyrir sig. Þökkum fyrir áhorfið. Verið sæl.
Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla.